svo þessi hreyfing sko í vatni, hreyfingin verður alltaf ýktari einhvern veginn þegar hestur fer í vatn. Þannig að svona öðruvísi hreyfing. Sko, þarna koma hreyfingarnar sem ég var að tala um. Hún er voðalega næm svona, skemmtileg í umgengni. Það hefur alltaf sýnt að bara vera voðalega svona ljúf og góð og vill allt fyrir mann gera. En þessi, hún er mjög ákveðin, hún lætur ekkert vaða yfir sig, þessi hérna rauða. Og hérna, hún er svona skapmeiri heldur en hin. Maður sér það svona umgengni við hrossin, sko. Hún er allt svona, hún er ákveðinari. Meðan þessi svona, hún kannski bara lúffar og fer í burtu ef þau er eitthvað frek, sko. Þá er hún bara farin. Hann er svolítið, mér finnst oft svolítið stutt svona í þetta, ekki kannski svona villi eðli heldur þetta því hann hefur einhvern veginn svona þróast með náttúrunni og það er svo hérna kalt hérna og oft hörkur og svona vetrarhörkur og ýmislegt. Hann virðist geta staðið svona hvað sem er af sér einhvern veginn. Bara svona hann harmonerar við Ísland. Viltu sjá myndin af þér? Viltu fá að vera með á mynd? Þú ert á myndinni. Þegar það er mikið fax og svona minnst það ofsalega skemmtilegt, það er svona ákveðin fegurð í því. Og þessi kraftur og líka þessi næmni og svona þetta gæludýr. Svo er þessi hérna blesátta. Mikla faxið. Hérna, ég hef teiknað hana og málað oft áður. Ég hef notað hana svolítið sem fyrirsætu. Hún er svolítið svona, mér finnst hún svolítið svona vill. Og hestar eru svo fallegt myndefni. Þegar maður byrjar þá eltist maður við að teikna það aftur og aftur. Kannski er þetta bara eitthvað þráhyggja, ég veit það ekki. Þú ert flott, já. Flott. Maður getur leitað eftir að ná svona ákveðnu mómenti eða eitthvað svoleiðis, svolítið eins og hérna þessari mynd. Það er svona, hérna er ákveðin svona birta í gangi. Það er komið kvöld og það er svona ró. Ég var svona að leita eftir því að væri ró í myndinni. Maður getur líka verið að leita eftir að fá kraftinn og því íslenski hesturinn þegar hann fer af stað, sko, þá kemur allur krafturinn.
svona ungir strákar, þeir eru rosa mikið fyrir að slást og svona, eða þú veist, það er eitthvað svona ákveðið, þú veist, að vera svona hnoðast eða eitthvað svona. Ef maður horfir svona út í hrossahóp og það eru svona ungir hestar, að þá eru þau líka að kljást og aðeins að slást, æfa sig svona.